Það bara að standa alltaf á mér öll spjót. En greinilega ekki nógu klók. En mér líður best þannig, mér líður best illa. Þannig að bara keep them coming, Tóti. Vilt þú byrja, Jakob, að reykja þér á þessum mánuðum sem að þið hafi verið í stjórn frá því þið hættu að vera í málþófi í útlendingamálum og tala um mannúð og inngildingu og fara með svona nafngreindar sögur af góðborgurum frá víðsvegar heiminn sem að mátti alls ekki senda úr landi. Það var svona megin stef Viðreisnar á síðasta kjörtímabili. Ég hef verið fremstur í flokki þar. Nei, það er nefnilega málið, Jakob. Ég skil vel. Það var náttúrulega ástæðan fyrir því að þið náðuð ekki einhverjum breytingum í gegn, auðvitað náðu þið. En ástæðan fyrir því er ekki út af einhverjum málþófi Viðreisnar. Það er náttúrulega einhver ný sögurskýring. Samfylkingin og Viðreisn hafi skemmt öll útlendingamál fyrir ykkur. Nei, við náðum rosalega miklu breytingum gegn þrátt fyrir málþóf Viðreisn. Það er bara svo merkilegt. Og maður læri þetta. Ég er nú ekki búin að vera lengi í pólitík, en ég þótti þriðja kjörtímabil mitt í rauninni fullu starfi við pólitík. Og mér finnst svo merkilegt að sjá svona sinnaskipti. Það er ár síðan að Viðreisn var að kjósa, ekki bara sitja hjá, heldur kjósa gegn breytingum á útlendingalögum á Alþingi